Deloitte hjartað, ég segi ennþá við hjá Deloitte, það skemmtilegt. Það ekki sko, við og þið alltaf við Deloitte sko. Þegar ég var að byrja þá var maður með svona löng blöð, græn. Þetta var nú svolítið gamaldags þá sko, þannig vorum við spjaldatölvur þegar við vorum sko. Færði þá handvirt inn og oft úr handskrifuðum sjúrnólum inn í þetta og þurfti að gera allt handvirt. Og þetta var síðan fært yfir í aðalbók, þannig að þetta var ótrúlega svona gamaldags. Þá var umræðan það hvort þetta loka fyrir internetið og mér finnst ég svo gömul þegar ég segi þetta. Jæja, að það truflar of mikið fólki sem vinnur hjá okkur að það alltaf á internetinu alla daga, þannig að við ætlum að loka á internetið var frá einum tillaga. Mér brá mjög mikið og ég hugsaði með mig, guð mig góðu, hvert ég komin? Já, ég held að við höfum bara kynnst öllu ferlinu í bókhaldi og reiknskilum. Það sem einkennir Deloitte og aðgreinir Deloitte frá samkvæmsaðalunum þessi mikla breidd og þessi svona mikla samstaða sem innan fyrirtækisins. Og það það sem gerir Deloitte að Deloitte. 15. mars 1994 sameinaðist Endurskoðun Sigurðar Stefánssonar HF, hinu alþjóðlega endurskoðunar og ráðgjafafyrirtæki Deloitte Touche Tohmatsu International. Starfsemin var í 600 fermetra skrifstofuhúsnæði í Ármúla 40 með 27 starfsmönnum. Á sama tíma var yfir 56.000 manns að starfa hjá Deloitte Touche Tohmatsu í 116 löndum. Á árunum 1999 til 2002 voru frekari sameiningar og varð félagið eitt af stærstu fyrirtækjum sinnar tegundar á Íslandi með skrifstofur land allt. Það sem við vorum að gera í upphafi, þegar við gengum inn í Deloitte þá fengum við aðgang að tækjum og tólum eins og endurskoðunarkerfinu og sem að gerbylti í rauninni hvernig við unnum endurskoðunarvinnuna. Eftir að hafa verið 1 ár hjá Deloitte þá ákvaði að þetta væri þar sem ég vildi vinna til framtíðar. Hjá Deloitte hafa allir jöfn tækifæri til þess að þróast og þroskast í starfi og raunverulega framtíðin þeirra. Fólk þurfti að leggja mikið á sig og það var mikil vinna en við náðum að búa til eitt af bestu fyrirtækjunum á landinu og mér sýnist einmitt menn vera að halda því svolítið. Við vorum í sama liðinu. Deloitte hefur breyst mjög mikið á síðastliðnum árum. Grunnurinn í upphafi var endurskoðun, farið yfir í skatta og lögfræðiráðgjöf, bókhald, laun og svo framvegis. Síðan þróast fyrirtæki enn frekar og núna síðast höfum við fært okkur miklu meira inn í uppsegjanletækniráðgjöf. Það einhvern veginn enginn dagur eins hjá Deloitte. Það alltaf einhver ný verkefni, nýjar áskoranir, nýjar hugmyndir sem að koma frá starfsfólkinu það hvað við getum gert betur og það það sem alveg ofboðslega skemmtilegt við að vera þátttakandi í þessari uppbyggingu hérna hjá Deloitte. Við fórum svolítið á stað í þessa Nordic vegferð árið 2016. Þá fóru Norðurlöndin fyrst að tala sig saman að við þyrftum að nýta svona sameiginlega slagkraft sem að byggi í þessu svæði og tengja okkur þá betur saman í rauninni bara helst hvað varðaði kannski verkefni fyrir vistavinni og fólkið okkar á mánuðin. Það bara gengur brjálæðislega vel og ég er mjög spennt fyrir framtíðinni hvað þetta varðar því að við erum alltaf að reyna að stíga fleiri og stærri skref inn í þetta Nordic samstarf. Ég held að í framtíðinni við eigum eftir að vera með mjög mikla tækni og ferlarnir eiga eftir að vera meira up to date. Ég held að það eigi eftir að verða þannig að þegar við kaupum eitthvað út í búð fyrir fyrirtæki okkar, það verður bara komið inn í bókhaldskerfi, komið rétt inn, allt á rauntíma. Svo verður náttúrulega mjög spennandi að sjá hvernig þetta fer með gervigreindina. Það er náttúrulega allt í þróun eins og en ég gerir ráð fyrir að fyrirtæki muni geta nýtt sér þetta til góða. En það verður spennandi að sjá hvort það verður eitthvað að nýta það svona alvöru. Mögulega verður bara heil deild hjá okkur í ykkur svoleiðis. Okkar í rauninni framtíð sem Deloitte verður í rauninni bara svolítið að elta þau trend sem að atvinnulífið og fyrirtækin standa frammi fyrir og reyna að vera sem best búin til þess að hjálpa viðskiptavinum okkar að mæta sínum áskorunum. Ég myndi segja við Deloitte fólkið í dag, þeir eru á frábærum vinnustað. Tækifærin hér líka felast í samstarfsfólkinu. Þú ert bara með endalaust af ótrúlega hæfileikaríku og kláru fólki og leiðum maður einhvern veginn sér það, þá virðast bara tækifærin vera endalaus. Hér fá menn þjálfun og reynslu sem einstök, nýta sér það inn í framtíðina.
svona vinirnir sem maður hefur eignast og fólki sem maður hefur tengst. Það þessi rosalega samheldni hópur og bara ótrúlegu kraftur sem maður í fólkinu hérna. Ég ótrúlega þakklátur fyrir að vera hluti af Deloitte. Það svo gaman að vera hluti af svona metnaðarfullu fyrirtæki sem vill alltaf skara fram úr. Og ég hvet okkur öll til að halda áfram á sömu braut, vera með skýr langtímamarkmið og setja stefnuna ótrúlega hátt.